Hér situr hjá mér afrekskona léttbylgjunnar 2009 og við ætlum að fá að kynnast henni aðeins. Það hún Bryndís Baldursdóttir, innilega til hamingju. Þakka þér fyrir. Segðu okkur aðeins frá hvernig þú byrjaðir að æfa. Ég byrjaði, það var 11. febrúar árið 2000. Þá ákvað ég að aðeins að reyna að koma mér í form og reyna að fá upp eitthvað þol. Ég var svo úthaldslaus, ég var 86 kíló og ég gat aldrei verið í fótbolta með krökkunum mínum því að ég þurfti alltaf að taka pásu eftir svona mínútu. Þannig að ég fór út að skokka og komst 200 metra og sprakk. Og ég held að ég hafi náð svona einhverjum botni, ég held að ég væri aðeins skárra formi heldur en þetta. Og það var til þess að ég ákvað að prófa að hlaupa á hverjum degi. Þá er ég 36 ára. Og hvað ertu búin að hlaupa og í hverju ertu búin að keppa síðan þú byrjaðir? Ég er náttúrulega búin að taka þátt í fullt af almenningshlaupum og taka eitthvað svona 6 maraþon og Laugaveginn 2 sinnum. Það er 55 km utanvegarhlaup. Og síðan er ég búin að fara í 100 km hlaup og ég er búin að reyna einu sinni við 98 km fjallahlaup í Alpunum sem ég ætla að reyna aftur við í sumar, ég tókst ekki að klára það. Og síðan einu sinni hálfan Ironman og 2 sinnum heilan. Heill Ironman er 3800 metra sund og 180 km hjólreiðar og síðan heilt maraþon á eftir. Og þú ert með hlaupahóp? Já, ég auglýsti byrjandanámskeiði í vinnunni minni fyrir svona vinnufélagana fyrir svona 1,5 ári síðan. Það er að vera 2 ár síðan. Og það gekk rosalega vel og kom fullt af fólki líka sem var ekkert að vinna með mér sem voru náttúrulega allir velkomni með. Og svo þegar það námskeið var búið þá langaði okkur bara að halda áfram að hlaupa og við höfum verið að hlaupa. Það eru eiginlega orðin bara opinber hlaupahópur og allir velkomni með okkur. Þú átt einnig fjölskyldu og starfar sem forritari. Segðu mér aðeins frá heimilislífinu. Já, sem betur fer erum við bæði í þessu, ég og maðurinn minn. Þannig að það er mjög mikill skilningur á maður gerir náttúrulega ekkert mikið annað heldur en þetta á heimilinu. Við erum þannig að það er þegjandi samkomulega um það þegar bæði eru þreytt eftir laugardagslaupið að liggja bara í sikkurum stólnum og horfa á formúluna. Krakkarnir eru svona öll vaksin úr grasi, þeir voru voða þreytt að tímabilið var verið að draga þau í fjallgöngur og hlaup og svona. Þau voru reynda mistþreytt, sem þeir eru rosalega dugleg. Ég er rosalega heppin með vinnustað því það er mikill skilningur á því sem ég er að gera þar. Þeir bakka mér rosalega mikið. Ég hef sem betur fyrir ekki þurft að missa neitt mikið úr vinnu út af þessu en ég vinn svo sem ekkert kannski neitt rosalega mikla yfirvinnu þegar ég er að æfa svona sem mest fyrir stærstu þrautirnar. Og þú ert forritari? Já, ég held að það sé mjög óhollt að sitja svona grafkjur alla daga og mér sýnist að flestir tölvunördarnir sem ég þekki eru einhverjum ástæðum komnir með einhvers konar íþróttabakteríu og ég held að þessi líka bara þörfin fyrir að hreyfa sig. Það er ekki líkamannum eðlilegt að sitja svona lengi kjur. Ég var 34 ára þegar ég dreif mig í skóla. Ég var einstæð móðir og ég komst að því, ég var að vinna hjá ríkinu og ég komst að því að ráðstöfunartekjurnar mínar hækku 10.000 kall á mánuði við að fara í skóla. Svo að ég dreif bara því en það var dálítið risikó vegna þess að námslánin náttúrulega minnka ef maður fellur í einhverju þannig að þetta var svolítið stress. Hefurðu aldrei verið í íþróttum áður? Nei, ég var svona krakki sem að þegar það var skipt í 2 lið og voru 2 foringjar og máttu velja til skiptis þá var ég þessi sem var valinn síðust og þegar að sá hópur sem satt uppi með mig komst að því að ég fór þangað þá sögðu þau, nei, ekki hún. Þannig að ég var svona svifasein og ég upplifði mig aldrei sem neina íþróttamanneskju og ég var löngu orðin íþróttamanneskja þegar ég fór að líta á mig sem slíka. Það geta allir hlaupið maraþon og það geta allir hlaupið Laugaveginn og þetta
svo framalega sem þeir eru ekki líkamlega með einhverjar takmarkanir. Þetta er vinna og ef maður kemst í gegnum undirbúningin þá á hitt ekkert að vera svo mikið mál. Og mér finnst einhvern veginn alltaf að úr því að ég gat gert þetta, úr því að ég gat orðið íþróttamaður, að þá svona spyr ég mig sko hvort að það getur ekki bara hver sem orðið hvað sem ef hann bara langar nóg mikil til þess.